Eins og kemur fram í öðru svari að þá er forsenda fyrir því að geta orðið ástfangin. Er það að hafa einhvern tímann sjálfur, gjarnan þá í bernsku, upplifað þá sælu sem að fylgir því að vera í djúpum nánum tengslum við aðra manneskju. Og það er í raun og veru kannski tilfinning sem að við vitum ekki nægilega mikið ennþá, en við teljum að eigi rætur að rekja alveg til lífsins í móðurkviði. Þessu verndaða, örugga, dásamlega ástandi, áhyggjulausa ástandi. Það er draumurinn þegar við verðum ástfangin að tengjast einhverju manneskju sem veitir okkur þessa fullnægju. Og það sem að gera þetta hins vegar svolítið flókistundum, það er ef að viðkomandi sjálf eða sjálfur býr ekki yfir nægilega góðum forsendum til að geta treyst. Það er að segja að hafa ekki myndað það traust tengsl í upphafi að hún geti reitt sig á eða falið sig annarri manneskju. En þörfin er þarna vegna þessarar djúpstæðu þrár að tengjast öðrum. Og þess vegna eru við stöðugt vakandi fyrir þessu möguleika og við sjáum þetta strax hjá litlum börnum, bara 4-6 ára. Þau hrífast af einhverjum öðrum og þau eru skotin og þau vilja vera með einum frekar en öðrum. Við sjáum þetta kannski ennþá sterkast á gelgjuskeiðinu þegar kynhvötin kemur til skjalana. Við sjáum hana hjá ungmennum sem eru í makavali eða eru með það í huga að finna sér lífsförunaut. Við sjáum þetta líka hjá öldruðum sem að kannski eiga mörg sambönd að baki, en þráin er alltaf þarna til þess að tengjast djúpt annarri manneskju. Þetta er aðal forsenda fyrir því að fólk verður ástfangið. En svo það aftur, hvernig okkur tekst að rækta þennan neista. Það eru misjafnlega hagstæð skilyrði. Til dæmis í okkar samtíma þjóðfélagi og aðstæðum, öllum hraðanum, öllu áreitinu, allir sundrungunni, þá verður stundur svolítið erfitt að rækta sinn eigin kjarna. En það að hafa ekki getað ræktað sinn eigin kjarna, það gerir mann minna hæfan til að nálgast aðra manneskju. Og meðal annars þess vegna sjáum við svo oft hjá ungu fólki í dag að það nánast óttast þessi nánu tengsl. Af því það fylgir þeim líka þetta skuldbinding sem ekki alveg er í takt við tímann og það að þurfa kannski að horfast í augu við ákveðin mótbyr eða hættu á höfnun og þá verður þessi firring. Við sjáum þessu lýst í bókmenntum í dag. En svo hafa nýjustu rannsóknir í kringum makaval verið að sýna okkur að það eru líka áhrifaþættir sem má reka til taugafræðilegra boðskipta. Að það er boðefni sem hefur áhrif á heilastarfsemina, vasopressin heitir það, sem getur haft áhrif á það hverjir laðast að hverjum. Að það er efnafræðilegt aðdráttarafl sem þá kemur til viðbótar við hitt. Og þetta er auðvitað mjög spennandi að velta fyrir sér. Ég tel samt og margir af þeim sem vinna við klínísk störf með pörum og fjölskyldum að það sé fyrst og fremst þessi djúpstæða þrá og þessi hæfileiki, andlegi, tilfinningalegi, líkamlegi, kynferðislegi hvati sem að stýrir mest.